fann svo vel þegar að samkoman var að byrja hérna hvað heilagur andi er viðstaddur hérna með okkur í dag. Ég finn mjög sterkt fyrir heilagum anda og það er mér bæði mikið gleði og þakkarefni að fá að vera með ykkur hér í dag og ég hef alltaf fylgst dálítið vel með starfi Krossins alveg frá fyrstu tíð og reyndar frá því áður en að hann var til og ég veit ekki hvort að Gunnar mann það kannski en þegar hann átti einu svona ammæli, ég held að það hafi verið fertugsamæli eða var það þrítugsamæli, ég veit ekki, að þá hélt hann upp á það í Kópavoginum, í félagsheimili Kópavogs og ég stóð þar upp og sagði nokkur orð. Við höfum þekkst frá því við vorum unglingar og þó að við séum ekki alveg kannski alltaf í sömu tóntegund, það er nú bara lífið er þannig, að þá man ég eftir því ég sagði að ég þakkaði honum fyrir að allt hans starf vegna þess að það mætti svo sannarlega sjá það á ávöxtunum í lífið þess fólks sem hefur sótt til hans og það gildir enn þann dag í dag og þó það sé ef til vill ekki hér akkurat í dag þá er svo fjöldamargir ávöxtir sem að við rekumst á sem að einmitt hafa fengið blessun inn í líf sitt og frið og lækningu og byrja nýtt líf fyrir starf Gunnars og Krossins. Ég hugsa stundum með mér að það eru fáir í kirkju að þakka þið fyrir góðu Guð alla þessa sem eru heima því að án þeirra gætu við ekki verið hér í dag. Ég held að ég segi það bara líka í dag. Ástæðan fyrir því að ég er komin hingað upp er sú að ég hef verið að skoða dálítið mikið núna síðustu árin, sálgæslufræði og í því sambandi dálítið hamingjurannsóknir. Það hefur orðið mitt hlutskipti sem prestur að stunda sérstaklega sálgæslu og hef gert verulega mikið af því og það hefur bara allt þróast þannig sem hefur gert að verkum að ég hef fengið aukinn áhuga á svona sálgæslu yfirleitt og í því sambandi hef ég farið að skoða og rannsaka ýmsar hamingjurannsóknir og borið saman rannsóknir á því sviði. Og nú er alveg hægt að líta á ýmsar hamingjurannsóknir og þær eru bara eins og koma og fara en ástæðan fyrir því að ég stend hér upp og ætla að ræða aðeins þetta efni er að það merkilega að það er sama hvað margar rannsóknir eru gerðar, það er alltaf nokkur grundvallaratriði sem að máli snýst alltaf þegar upp er staðið og það er þess vegna sem að ástæða er til þess að standa jafnvel hér upp og tala sérstaklega þessar rannsóknir. Bandaríkjamenn eru mjög duglegir við að rannsaka fólk sem hefur játað því að vera hamingjusamt, happy. Við getum líka sagt á íslensku bara sátt við lífið og tilveruna. Og það skemmtilega er þegar maður leggur þessar rannsóknir allar hlið við hlið og er komin upp í 12, 14, 16 rannsóknir og skoðar niðurstöðurnar, hvað er það í raun og veru sem gerir það verkum að fólk sem segist vera hamingjusamt er hamingjusamt. Hvað er það í lífi þessa fólks? Þá kemur alltaf í ljós að það eru nokkur atriði og í reynd eru það ekki nema 8 atriði sem eru alltaf eins. Við erum alltaf að sjá sömu atriðin, ár eftir ár, sama hvar rannsóknar eru gerðar, alltaf verða sömu atriðin. Og það skemmtilega og það góða og það uppbyggilega og það hressilega við þetta allt saman er að öll þessi atriði sem kom í ljós eru með einum eða öðrum hætti tengd boðskap trúarinnar, afleiðingar trúarinnar í raun og sann. Og nú ætlum ég að fara yfir þessi atriði með ykkur og ég segi halleluja að það skuli vera hægt að finna formúlu sem hægt er að fara eftir og finna síðan hamingju í lífinu. Með öðrum orðum, kjarninn er mjög skýr og kemur alltaf aftur og aftur í ljós. Fyrsta atriði sem kemur í ljós í öllum þessum rannsóknum, sama hvað við skoðum mikið, er að þeir sem hafa játað að þeir séu hamingjusamir, þeir kunna að lifa andartakið. Þeir eru ekki svo mikið að hafa áhyggjur af því sem gerist í gær, þeir eru ekki svo mikið að hafa áhyggjur af því sem gerist á morgun, þeir kunna að lifa hér og nú, eitt andartak í einu. Og við vitum öll sem hér erum í dag að Jesús lagði áherslu á það að við gerðum þetta einmitt. Við erum ekki að hafa áhyggjur af því sem liðið er, það verið búið og ekki vera áhyggjur af því sem ætti eftir að koma. Það morgundagurinn mun hafa sínar áhyggjur, síðan kemur hann og við lifum þennan dag, göngum hann í Jesú nafni og byrjum hann rétt.
Andartakið núna, það það eina sem raunverulega til. Í sjálfu sér allt annað blekking ef út í það farið. Núna þegar ég smelli hér fingri, þá það akkurat andartakið, það raunveruleikinn, það það sem til Og þegar við lítum yfir farin við, ef eitthvað sem við syrgjum eða höfum áhyggjur af, þá segir hann líka við okkur, hafðu ekki áhyggjur, ég fyrirgef allar syndir og við streikum yfir allt. Við lifum bara hér og nú og reynum að vera viðstödd okkar eigið líf. Það stóra málið, að vera viðstaddur sitt eigið líf. Og það núna. Í öðru lagi þá hefur komið í ljós líka við samanburð á fjölmörgum rannsóknum að þeir sem eru hamingjusamir, þeir stjórna sjálfir í sínu lífi. Þeir skipuleggja líf sitt, þeir hafa röð og reglu á lífi sínu og þegar einhver kemur utan að og ætlar að villa okkur sín, toga í stýrið þegar við erum að stýra að því marki sem við erum að stýra að, eins og við verum á skútu, ef einhver kemur og lagðist hérna og ætlar að toga í stýrið, þá ítum við honum frá og við höldum í stýrið og siglum þangað sem við erum að fara. Þetta atriði mjög mikilvægt í ýmsum meðferðarfræðum í dag. Ég nefni meðferðarfræði sem kendur við hugræn atferlisvísindi, að bara helmingurinn af þeim fræðum gengur út á það að kenna fólki að koma skikkan og skipulagi á líf sitt. Hinn helmingurinn gengur út á það að breyta hugarfarinu. Í þriðja lagi kom í ljós að þeir hamingjusömu þegar margar rannsóknir ég endurtek það aftur og aftur, vegna þess að það ástæðan fyrir því að ég að tala þetta hérna. Ég væri ekki að eiga tíma í það ef þetta væri bara ein rannsókn eða tvær. Við erum að tala margar rannsóknir, alltaf sama niðurstaðan. Í þriðja lagi hinn hamingjusömu, þeir hreyfa sig. Þeir gera það með einhverjum hætti. Sumir fara í göngutúra, sumir hlaupa, sumir hreyfa sig í ræktina og annað slíkt. Og þó ég sé eins og ég stór og feitur, þá get ég alveg sagt ykkur það að alveg reyna satt að ég geng. Ég var víst ekki verið duglegur við það núna upp á síðkastið, en ég einn af þeim sem að ég geng. Og á göngutúrum þá fær heilinn frið til þess að vinna úr ýmsum málum sem við erum að hafa áhyggjur af. Við getum sagt eiginlega undir meðvitundin, hún fær frið til að vinna og við erum sjálf ekki að krukka alltaf í sjálfum okkur. Við leyfum Guði. Og það gerist á göngutúrunum. Og ég segi, byrja korter 20 mínútur, fara í hálftíma, fara í 3 korter, helst að fara aldrei minna en klukkutíma, vera í klukkutíma hreyfingu á dag, og þeir geta að bera saman það líf sem með hreyfingu og án hreyfingar, ekki hægt. Við erum þar að auki með hreyfingunni að byggja upp og hlúa að musteri Guðs. Alltaf erum við að koma aftur og aftur að því að þetta á sér allt saman einhvern samhljóm í boðskap Jesú Krists, allt saman. Síðan hefur líka komið í ljós að þeir sem eru hamingjusömur, þeir kunna þá list að hvíla sig. Og ég meina, bara eitt af grundvallaratriðunum að hvíla sig ekki, halda hvíldardaginn heinaðan. Tilenga einn dag í viku þó ekki verið meira en það, lofgjör til Guðs, leita hans, lofa hann og veita sér smá hvíld frá dagsins amstri og áhyggjum sem við upplifum að öðru leyti. Hvíldin eitt af stórkostlegustu atriðunum sem við höfum í lífi okkar. Og ég myndið ykkur það líf sem hefur verið lifað áður en að þetta kom inn sem lögmál drottins, að við ættum að hvíla okkur, taka einn dag frá til þess að hvíla okkur og lofa drottin. Þetta mjög mikilvægt atriði. Og ég legg áherslu á það í þessu samandi og það hefur verið áherslu á það í umfjöllun þessi atriði sem ég að fjalla hér að hvíld ekki bara að sofa. Hvíld líka aðeins að brjóta upp hversdagsleikann, aðeins að loka að sér, eiga 5 eða 10 mínútur bara í rólegheitum. Ég á meðal meina bestu endurminninga frá því ég var unglingur og ungur maður var þegar ég lokaði að mér, slökkti ljósin, kveikti á kerti og átti helga stund, bara smá kyrrð. Og svona smá stundir í dagsins og þó að sig með 5 eða 10 mínútur, þar veita margfalda hvíld. Síðan hefur komið líka í ljós að í rannsókn eftir rannsókn að þeir sem eru hamingjusamir, þeir sem eru sáttir við lífið og tilveruna,
þeir gera það í meginatriðum sem þeir hafa mesta hæfileika til. Það þýðir til dæmis að ég ekki ballettdansari. Ég bara leita að mínum hæfileikum í mínu lífi, hvar ég bestur, og bæði í frístundum mínum og í starfi, þá ég að gera nokkurn veginn það sem ég svona skapstur í. Þetta eiginlega gamla spekinn sem segir okkur að við eigum að þekkja okkur sjálf, vita hvar við erum best, og þannig náttúrulega ef við söfnum slíku fólki saman og hver og einn gerir bara það sem hann bestur í, að þá verður til hið besta líf. Og ég held að engin hagfræði geti verið betur heldur en svo að hver og einn finni hlutverk sitt og hæfileika sína og leggi síðan sitt púsl inn í myndina til þess að hún verði heildarmynd. Og í því sambandi langar mig til að þakka alveg sérstaklega fyrir tónlistina hér áðan sem að sýndi okkur hæfileika á sér sviði. Það er sama hvað maður flettir mikið og reynir að finna svona fína tónlist, og það er erfitt að finna það sem við fengum að heyra hér áðan. Síðan hefur komið líka í ljós að þeir sem eru hamingjusamir, sáttir við lífið og tilveruna, að þeir leggja sérstaka áherslu á að styrkja samband sitt við vini sína og við ættingja sína. Þeir sem eru hamingjusamir, þeir eru vel tengdir við vini og ættingja. Ég á mínar bestu endurminningar úr mínu lífi einmitt þegar ég hitti gamla og góða vini. Við eigum sameiginlegar góðar endurminningar frá gömlum og góðum tímum og við rifjum þær upp, og það er ekkert sem gefur í staðinn fyrir það. Og svo þegar ég tala við gamla og góða ættingja, gamlar frængur, jafnvel þó að sé langt í burtu, bara í gegnum gamla góða heimilissímann, landsímann, rifja upp gamlar og góðar endurminningar frá því að, já, eins og ein góð frænka mín sem bjó upp á Akranesi, og við töluðum oft saman á kvöldin, stundum við 2-3 klukkutíma og rifjuðum upp gamla og góða daga norðan Ströndum. Hún sagði mér frá því hvað var að gerast þar, hún sagði mér frá öllum gömlu vinum okkar og ættingjum, og við rifjuðum upp gamlar og góðar endurminningar, og við þetta var til einhver festa og eitthvað holrúm sem fylltist sem er svo erfitt að lýsa. Og það er mjög mikil áhersla á þetta atriði líka ef við lítum nú aðeins á bara Biblíuna og líf Jesú og það líf sem okkur er boðað, bæði í Nýja og Gamla testamentinu, tengslin við aðra. Þetta er grundvallaratriði, alveg grundvallaratriði. Það er ekkert líf ef við erum ekki í tengslum við aðra. Og eitt af 4 höfuðatriðum sem ég kem hérna inn á rétt á eftir, heilbrigðslífs er einmitt heilbrigð tengsl út til annara. Fjölskyldan, vinirnir, ættingjarnir. Vegna þess að þær eru rótfestan, þær eru fastar rætur, þar finnum við og fáum næringu inn í líf okkar þegar við ræktum þessa hluti.